Sæll Albert Jónsson. Blessuði. Hvað segja menn í dag? Bara fín. Bændur? Bændur segja fín. Já, hvað er verið að bralla þessa dagana? Það er að reyna að temja hérna eitthvað og reyna að gera eitthvað þó að það sé engi sala. Nei. Það verður að gera eitthvað. Já. Jú, það verður að frumtemja og svona vissinast. Já. Er engi sala? Er þetta ekkert að selja? Já, það er svo lítið. Það vantar alltaf meiri pening. Já. Ha. Já. Helvitsreikningarnir, þeir koma. Reikningarnir koma. Já. Það verður að borga þá. Já. Það er svo bara er ég hérna í stóðustahúsinu með Sigurði. Já. Eina sanna. Já. Þannig að það er bara fínt hérna. Já. Já. Hann skrappi eitthvað, svo ég. Já, já. Já. Það er alltaf verið að skreppa. Já. Það náir fleiri hesta. Já, Það verður að gera það. Skipta út. Já, já. Hvað það búið að vera mikið líf í miðlum og svona í haust og hver höndin upp á mótu annarri varðandi ágrip og hestani og svona. Hvað segja bara svona menn eins og þú sem eru svona gamlir í hettunni? Hvað finnst ykkur um þetta? Já, þetta er náttúrulega það er alltaf verið að biðja meira og meira. Og það er náttúrulega sko, eftir því sem biðið meira og meira. Mér finnst nú ósanngjarnt sko eins og til dæmis með menn sem er að hoppa á bak á 140-150 hestum að þeir eru ekki eins og tilnefndir sem knapar. Mér finnst það svolítið óréttlátt og sé náttúrulega alltaf, en það verður náttúrulega að vera dýralæknir sem metur hestinn og mér finnst það svolítið slæmt ef það er bara einhver amatör sem að dæmir þetta. Já. Mér finnst það þurfa að vera dýralæknir sem er bara alltaf á staðnum og hann skoðar hestinn aftur og þá er þetta fullkomið, þá er ekki hægt að deila á neitt. Hvað heldur þú sé hægt að gera til að minnka þessi ágrip og þessi áverka í munni? Hvað er hægt að gera? Já, það er náttúrulega sko, ég hef nú ekki prófað þessi svona mél eins og þeir eru að tala um þessi bogastangamél, ég hef ekki prófað það sko. Nei, þú átt ekki svo leiðis í safninu? Já, ekki svo leiðis sko. Nei. Þannig að ég hef ekki skoðað þetta nógu vel til þess að geta dæmt um það sko. Nei. En það er sjálfsagt að minnka náttúrulega álagið á tungunum og þeir fer náttúrulega meira í góminn. Já. Greinilega, maður sér hvernig mélin eru gerð. Já. Og þá náttúrulega sko, er það ekki gott mál sko. Myndir þú vera sammála því að banna þetta eða myndir þú vilja? Ég bara get ekki sagt um það fyrir ég sæi það sko. Þetta er svo erfitt að dæma um hluti sem að maður veit ekkert um sko. Nei. Það er nefnilega málið sko. En nú hafa verið fleiri máli í gangi, skeiðgens uppgötvun og... Já, það er nú bara mjög gott sko. Já, ertu búin að kynna þér það eitthvað? Nei, ég er bara búin að lesa það sem hefur komið þarna. Já. Og það er náttúrulega alveg snild að maður getur farið með bara í gen og tekka á því þegar þú eru fólöld hvort sé eitthvað skeiði í þessu ekki. Það er náttúrulega mjög hagstætt sko. Ég þarf ekki að spyrja þig hvernig ræktunin þín yrði. Það er bara... Nei, en það er bara gaman að þessu ef það kemur eitthvað út úr þessu. Já. Og svo er náttúrulega eins og með þessa tannröspun. Mér finnst það nú alveg út í hött sko. Já. Og hvað finnst þú út í hött? Já, mér finnst út í hött að ég eigi ekki að raspa hesta. Nei. Mér finnst það alveg út í hött. Það er verið að tala um að það séu áverkar í munni og svona. Já. Og ef að hestar eru óraspaðir, það verður allavega að skoða og aðtuga hvort þið séu mjög slæmir eða ekki. Já. Ekki bara dæma þetta bara tóma. Því að það er sko margir hestar sem búa stór skemma út af því að það eru ekki raspaðir. Já. En nú sko talar um það að stundum sé bara raspað að óþörfu. Hvað Já, það er náttúrulega maður geta allir ofgert öllu. Það er bara alveg gegnum gangandi í þessu. En þú raspar öll trippið eða ekki? Jú, ég gera alltaf. Gera það nú bara sjálfur sko. Já. Ég er nú ekkert að fá neitt í það. Þú varst ekkert hámenntaðan dýralæknir til að gera það? Nei, ég þarf ekki. Nei. Mér var kennt þetta hjá dýralæknir á Hellu, gamla Karla Korts. Já. Og hann var nú búinn að gera þetta í stríðinu og sagði mér hvernig þeir hefði gert þetta. Já. Þannig að ég fer bara eftir honum. Já. Gera þetta bara eftir honum. Landsmótið í sumar, þú hefur fylgst með því? Já. Hvað er eftirminnilegast? Já, kynbótarhrossin er alltaf eftirminnilegust í þessu sko. Já. Mér finnst þetta eru svo ofsalega margir góðir hestar að þetta er svo erfitt að dæma hvað er sko best af þessu. Ég var ánægður með að Nói skildi fá svona hátt af því ég er nú búinn að vera mikið á Stórahófi. Já. Ég var ánægður með það sko. Já. En það er hestgerða að þínu skapi? Já, hann er það. Já. Og ánægður, sko, móðir hans, hún var nú klárhrissa sko. Já. Og þetta kemur góður alhestur. Já.
Þetta kemur út úr hennar rannsókninni, sko. Það er klárustur alheigastur, það geta gefið bara. Já, getur gefið, það er nú málið, sko. Þannig að þetta er, náttúrulega þarf að bara taka bara genin og tekka á þessu bara nógu snemma. Nú bara, hvort á ég að byrja að leggja hann strax eða ekki? Já, ef þetta er alveg opið, það sé alveg hreint rosa skeið gen í þeim, þá náttúrulega byrja maður bara strax að þeim. Nei, ég segi svona. En hvað hérna framöndan, veitur? Það er ekki alveg öruggt með mig, sko. Nei. Það er aldrei að vita hvað maður gerir. Nei. Hvað maður gerir, sko. Fara út bara, held ég. Já, ég er svona hug á því. Til útlanda þá? Til Þýskalands eða eitthvað. Það er allir að fara til Þýskalands. Hvað er bara erlendir? Hlýja land? Hvað er málið? Já, það er bara orðið svo lítið að skeða hérna í hruninu, sko. Eftir hrunið. Það vantar eitthvað, sko. Nú var að halda við þessum kunnum sem maður þekkti hérna áður og reyna að selja þeim eitthvað. Hitta og tala við þá, sko. Taka bara hestana með og hérna, síkenna þeim á. Það var náttúrulega langbest, sko. Já, mér líst vel á það. En þetta er náttúrulega bara útflutninguskostnaðurinn er svo mikill í þessu að þetta er ekkert orðið hægt, sko. Nei, þú ringir síminn alveg bara. Alveg brjálað. Já. Engin hestakarnar. Nú er ykkur að kaupa. Ég tek Mistur á sölu. Já, mistur á sölu, þetta er ekki mín. Nei. Eitthvað að lokum, Berti? Já, ég við vorum að tala um landsmótið, mér fannst þetta bara gott og að vera í Reykjavík, en þó að vantaði svolítið af fólki. Þá var örugglega gaman hérna á Hellu. Já. Þegar verður næst. Fara að hlakka til. Fara að hlakka til þá. Já. Ok. Takk fyrir spjalli. Já, það var lítið.